Góðan dag, mitt nafn er Ólafur Auðunsson. Við erum hópur 4 í vistfræði og erum með verkefni sem heitir Mat á ástandi og þróun lands við undirhlíðar í landi Hafnarfjarðar. Undirhlíðar í landi Hafnarfjarðar er landsvæði sem talið er að hafi mótast í Krýsuvíkuröldum árið 1151. Hlíðarnar eru bólstrabergshæðir sem liggja frá Kaldárbotnum í norðaustri að Vatnsskarði í suðvestri og spanna 7 kílómetra landsvæði. Samkvæmt kortabók heitir hraunsvæðið Óbrynnishólabruni. Fjöldi mismunandi nafna eru notuð hraunmyndun á þessu svæði en Kaldárhraun kemur að undirhlíðum frá norðaustri. Skógræktarfélag Hafnarfjarðar hóf skógrækt í landinu 1930 og unnu skólabörn við gróðursetningu. Aðallega var það sitkagreni, Pichea sitsensis, sem byrjað var að gróðursetja og greinilegt er að það hefur dafnað best. Hæ, ég heiti Björgfríður og ég ætla að fjalla ásýnd landsins og það var bara sú sýn sem blasti við okkur frá Krýsuvíkurveg og þegar við horfðum yfir landið. Þegar við komum til þess að meta það og það sem blasir við þegar maður horfir í landið, það er sunnan megin er náma, alveg við undirhlíðar er náma í Vatnsskarði og það land tilheyrir Grindavík og við horfum eftir hlíðinni og hún er steinhlaðin grjóti með einhverjum mosa hér og þar. Við horfum svo yfir láglendið. Þar sér maður að það er víðast hvar merki alvarlega jarðvegseyðingu en birkiskógur liggur þá alveg upp við hlíðina, frekar veiklulegur að sjá. Og svo norðan megin við svæðið sem við erum að skoða, þar er risastórt hraunlendi sem nær alla leið til Hafnarfjarðar. Alveg í fjarska sjáum við glitta í barrskóg og þarna spyrjum við okkur hvort að þarna hafi náttúrulíf verið gróðursett til græðingar fyrir landið. Góðan dag, Helena Stefánsdóttir heiti ég. Ég ætlaði að segja ykkur frá fyrsta stoppi í þessari ferð okkar og það eru skriður á mörkum friðlands og malanámu sem er í landi Grindavíkur og það er auðséð þegar maður horfir frá flatlendinu upp á topp að það er mest ófrjór jarðvegur og grýttur þessu svæði. Birkikjær myndar eyður svona hér og þar og maður sér að berjalyngið sem er þarna í hlíðinni það fer bara undir þarna á mörkum skriðunnar og lukt að sjá. Á þessari mynd sést hvernig landtakan hefur áhrif þarna á þessar skriðu og það maður getur séð þarna mosin er horfin þarna efst í hlíðinni og dökkaröndin sem er þarna, þetta er bara vegkantur, getur maður sagt. Því að þarna eru stórvirkar vinnuvélar og alveg þarna á bakvið og það var spurning hvenær er þetta eða á hversu löngum tíma þetta muni bara hverfa þarna og þá er ég að spá í svona veðurfarslega séð. Þarna sjást birkiplönturnar vel, bæði í miðri skriðunni og upp í hlíðinni. Það virðist vera sem að þetta svæði sem mjög áveðursamt því að þegar við komum aðeins lengra inn þá var ekki eins mikið rok og þarna en að það er spurning hvað gerist ef að verður gengið frekar á þetta land sem eru búin að grafa sig langt bakvið og líka niður á við. En þetta eru mikil inngrip þarna, næsta nágrenni. Hérna sjáum við Hellurhraun sem er algengt þarna, mjög myndrænt og fallegt. Hraunið er þarna á mörkum jarðskriða og heldur vatninu á yfirborðinu. Ég sá nú reyndar ekkert annars staðar
undirhlíðum merki vatnsbúskap nema þarna. Já, hér hægt að sjá mynd sem tekin ofan á hellunni. Þetta stór og myndarleg hella og þarna sér maður að þarna sendinn jarðvegur sem að blandast mójörð og þetta sem sagt þetta ekki eins gróf jörð og ofar í gilinu og vatnið kemst ekki þarna niður eins og ofar þar sem að engin mótstaða og holrými mikið. Við ætlum aðeins að fjalla hraunlendið núna. Þetta risa hraunlendi talið hafa runnið, eins og áður hefur komið fram, úr Krýsuvíkureldum 1151 úr eldstöðinni í Tröllaþingi. Og þetta hraun nær alla leið til Hafnarfjarðar og við horfum alveg til byggða Hafnarfjarðar yfir mosaþakið hraun. Það samsett úr apalhrauni, hellihrauni og roðamöl, eða rauðamöl. Og í því eru alls konar kynjamyndir eins og til dæmis má sjá helliskúta úr hellihrauni og það er gaman að segja frá því að oft í hellihrauni geta myndast þessi svokallaðir hellar, þannig að það er mjög líklega einhverja hella að finna þarna undir hrauninu. Nú, vistin sem í hrauninu af svokallað mosakambravist sem önnur algengasta vistgerðin á Íslandi, þar sem gróður. Það talið 66% af landvist á landsreitum á Íslandi sé úr mosakambravist. Nú, eina helstu einkennisplöntur mosakambravistar eru krækiling og hreindýramosi til dæmis. Og það einmitt mikið að finna krækiberjalyng þarna í þessum mosa. Helstu ókostur hans eru kannski að hann svo þykkur að það erfitt fyrir háplöntur að nema land í mosakambranum. En út af krækiberjalynginu þá byrjað að traðka svolítið niður mosann þarna við göngustíginn þar sem við það land sem við erum að skoða og það byrjað að koma upp einhver svona birkitré og við höfum líka séð svona litla förur sem geta hafa verið sáðar af mönnum. Nú, hraunið hefur þá góða kosti að það sem sagt hefur stöðvað áfoksgeirana á miklu leyti frá jarðvegsnáminni sem kemur frá Vatnsskarði. Rannveig ég ætla að innbrá ýmsu varðandi gróðuppfar við köllum mólendi sem finnst á svæðinu, bæði rýrt og ríkt og það jarðvegsrof sem því fylgir oft. Það rofabörð og rofadílar. Undirhlíðin ber í senn merkjum horfin og endurheimt landgæði. Gróðuppfar þess mjög misjafnt og rofmyndir jarðvegsins jafnframt margar. Það rétt eins og allur skali gróðurflokka og jarðvegsrofmynda hafi mætt okkur innan þessa litla svæðis sem við erum að reyna að meta, bæði gróska og auðn. En við mat á landi eru myndir jarðvegsrofa skoðaðar, svokallaðar rofmyndir, en þær eru flokkar eftir gerðum rofsins. Rofabörð og rofadílar eru 2 af 7 gerðum rofamynda. Jafnframt tegundasamsetning gróðurs og þekja hans mikilvægur þáttur við athugunina. Þá einnig lagður kvarði á virkni rofsins, svokallaður rofkvarði. Hafa þarf í huga hvort ástand landsins samræmi við náttúrulega skilyrði. Til að mynda það eðlilegt að hálendi sé rýrt, en rýrt land á láglendi merkjum hnignun. Í undirhlíð erum við á láglendi, en náttúrulega skilyrði eru þó frekar erfið, meðal annars mjög opið fyrir norðanátt. Meðfram undirhlíð liggur land sem aðallega rýrt mólendi. Þó mætti segja að sums staðar á litlum kafla vegna verndunar farið að bera merkjum ríkt mólendi. Á Íslandi rýrt mólendi útbreiddasti gróðurflokkurinn og það einkennist af lyngtegundum sem eru ekki eftirsóttar beitar, mosum og fléttum.
Þetta gróðurlendi myndast vegna áralangra beitar, en með verndun getur það færst í gróðurflokk ríks mólendis. En það sem ræður tegundasamsetningu gróðursins og frjósemi ríka og rýra mólendsins sem sagt saga nýtingarinnar og hitastig, snjóalög og jarðvegsraki. Þessi gróðurlendi eru afar mikilvæg vistkerfi fyrir vatnsmiðlun, dýralíf og beitinganýtingu hér á landi. Rófubörð, það eru nokkur rófubörð í mólendinu og sléttunni fyrir neðan Urðarhlíðina, en einnig í hlíðinni sjálfri, eins og sést hér á þessari glæru. Á svæðinu umhverfis þau í hlíðinni virðist taka við lífræn jarðvegskán sem teygir sig yfir urðina, en á Íslandi getur þessi lífskán verið loforð að gróður sé að ná frekari fótfestu. Við mat á rófubörðum er miðað við hve löng þau eru á hvern ferkílómetra gróins lands, svokölluð roflengd. Eins er stuðst við hnignunarstigs landsins og virkni rofsins með hliðsjón af því hve rófubörðin eru há. Jafnframt hversu mikið aðrar jarðvegsrofmyndir. Rófubörð í undirhlíð eru kringd þúfóttu rýru mólendi og jarðvegslag þeirra er þunnt. Umfang þeirra er lítið í hlíðunum, en gróðurþekja rófubörðanna eru stærri og ríkar á sléttunni, en inn á milli eru rófadílar. Rófadílar eru moldárgöt, eins og sjást hér til vinstri. Þau myndast í gróðurþekjunni og eru berskjöldu fyrir vatni, vindum og frosti. Þeir myndast hratt og gróa hægt. Mold þeirra er þétt og ófrjó, en frost myndar í þau ísnálar sem leysa upp nýgræðingin sem að reyna að ná rótfestu. Rjúpan er þarna skammt undan og kannski mun fuglinn og rotnandi plöntur nær umhverfisins nitubæta jarðvegsgötin. Þó finnast nitubindandi jurtir á svæðinu, til dæmis lúpínan, Lupinus nocatensis, og gætum komið til hjálpar, en ef til verður það að vera mannanna verk að styðja við frekari framvindu. Landið er byrjað að gróa eftir vernd þess. Hér á hægri myndinni sést glögglega hvernig lyngið og jurtina berjast við að breiða gróðurkápu sína yfir hrjóstrugt landið og rófadílan sem hafa myndast í rýra mónum og láglendunum. Landslagið og náttúruöflin er óblíð og vaxtarskilið erfið. Landið grær og lifað er í von að sært vistkerfi verði frjósand með áframhaldandi verndun. Ég heiti Sigrún Oddgeirsdóttir. Meðfram undirhlíðum tekum við hálfgróið land sem er afar viðkvæmt fyrir raski. Merki eru gríðarlegt landfok og er lítill lífrænn massi í jörðinni, í því er vatnshringrásin nærri rofin að full. Rafkvarðin er 5 og þaðan þol sennilega ekkert, inngripið nauðsynlegt. Hér hefur framvinda augljóslega átt sér stað undanfarin ár, en ungar stafafurur eru óðum að hasla sér völl og leggja til vistkerfisins með bindingu jarðvegs, auknum límvassa ásamt innspýtingu næringarhringrás. Stærstu ungfururnar á þessum kafla eru 1 meters háar og of ungar til þess að vera farnar að mynda köngla. Hins vegar liggja fjöldi þeirra á jörðinni alltaf 2 kílómetrum frá náttúrulegri uppsprettu, sem bendir til þess að einhver fræsalung hefur átt sér stað. Þessi framvinda mun án efa vekja mikla lukku í komandi framtíð og bæta hringrás orku, næringar og vatns vistkerfinu til lífs. Hvort hún sé manngerð eða náttúruleg skiptir ekki öllu, en ljóst er að ekki er hægt að flytja mikinn aðfluttan lífmassa á svæðið vegna nálægðar við vatnsverndarsvæði. Þar næst tekur við rýrt mólendi sem er að mestu órófið, þar sem eru leifar af upprunalegum birkiskógi. Á tímum fyrir heimsstyrjaldarinnar gerðist eldiviðarskúrstur svo fólk sótti hart í hrístöku á svæðinu. Þetta bættist við þá vetrarbeit sem fyrr var stunduð. Stórum gróðurspildum var spillt svo herfilega að friða þurfti landið. Birkitrén eru komin til ára sinna og getur rúmmál hvers klóns verið umtalsvert. Fjölmargir teigungar. Formbygging trjánna bendir til einhverja erfðablöndunar við fjalldrapa þar sem vaxtarlagið er nokkuð kræklótt og hæðir kringum 2-3 metra. Einnig er líka möguleiki á því að slæmt ástand jarðvegs hafi þessi áhrif á vöxtinn, því í kringum 1970 voru stór og stæðileg birkitré sem nú eru horfin með öllu.
Skógar veita trausta vernd gegn jarðvegsrofi, svo það er sennilega birkitrjánum að þakka að jarðvegurinn hefur haldið sér á þessum kafla undirhliða. Rætur hafa bundið moldina og lauffall styrkt skógarbotninn nægilega vel, svo ekki hafi myndast jarðvegsrof. Hér er bæði vatns- og næringarhringrás öflugri. Já, ég heiti Hrafnkell Eirík og ég ætla að tala barrskóginn sem liggur undir hlíðum. Barrskógurinn heitir Stórihvammsskógur. Þessi skógur blasir við manni þegar maður labbar meðfram undir hlíðum í norðausturátt. Skógurinn er nokkuð gamall en elstu barrtrén voru gróðursett 1930 af Ingvari Gunnarsinni, kennara. Og einnig var partur af skóginum girtur á svipað leyti. Hæstu trén ná alltaf 7 metra hæð, en það er aðalega sitkagrenið sem hann er fyrir hæð, augljóslega. Í skóginum finnast aðalega þau sitkagrenið en einnig stafafura, en síðan leynast aðrar tegundir þar inn á milli. Skógurinn teygir sig meðfram undirhlíðum rúman kílómetr og á myndinni má sjá vegalengdina og maður sér á myndinni að það er nánast engin gróður allavega miðað við innan skóglendisins og maður sér að jarðargróðurinn er líka allt annar. Engin grös eða neitt slíkt. Stærstur hluti trjánna virðist hafa næga næringu og ágætt skjól, en það er ekki mikið af kali eða bruna að sjá. Hins vegar er hægt að greina að sum svæðin hafa verið gróðsett aðeins og þétt, en annars er það ekki víða. Mörg þeirra ná að breiða vel úr sér og sýna alveg, geislaða fegurð. Og gróskumikill skógur eins og Stórihvammsskógur býður upp á mikið fuglalíf. Í Stórihvammsskógi þrífast til að mynda glókollur og rjúpu. Til gamans má nefna að smyrlapar nokkurt er talið verpa í skóginum annað hvert ár, en hrafnapar árin á móti. Takk fyrir. Framtíðarhorfur og niðurstaða. Landið er viðkvæmt og hefur frekar rýrt mólendi. Vatnsbúskapur er lítill enda jarðvegurinn gljúpur. Hraunið hefur því lítið viðnám og bindingu. Gróðurinn er því háður regnvatni. Rofaförð myndast auðveldlega. Uppblástur ágerist með frostdílum hér og þar á sléttlendinu. Frerajör myndast og landeyðing ágerist. Framtíðarhorfur vegna utanaðkomandi áhrifa. Vegna legu landsvæðis er lítil ljóstiljöfun. Vindstrengur úr suðvestri þurrkar upp landið. Nálægð við jarðvegsnámu eykur áfok, minna skjól fyrir veðri vegna landnýtingar. Framtíðarhorfur hvað varðar uppgræðslu. Skógræktarfélag Hafnarfjarðar hefur áhuga á að grípa inn í framvinduna og græða upp landið. En vandinn er aðkoman. Erfitt er að fara með farartæki landið. Áformað er að laga vegslóðan fyrir aðkomu, til þess hefur fengist leyfi. Framtíðarhorfur hvað varðar landvernd. Áform eru lagningu háspennulínu landið. Fyrir tilstuðlan hraunavina með Ómari Ragnarssyni í fararbroddi er erindi í kæruferli. Ísland er aðili að alþjóðasamningum IPPC 2020 og hefur skuldbundið sig með Parísarsamkomulagi til kolefnislaust Íslands 2040. Því væri gott bætiefni fyrir landskeiði undirhlíðar að frekari skógrækt og uppgræðsla væri haldið áfram þar sem frá var horfið í takt við alþjóðlegar skuldbindingar. Við hópur 4 þökkum fyrir okkur.